Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Herðu, þá eru gestir okkar farnir. Við setjum hérna eftir bræðurnir, Sigurjón. Herðu, ég skal nú átta því að ég var eitthvað smá kafla var ég með hérna Alþingisrásina svona í gangi og meðan ég var að sinna ykkur öðru. En ég hef nú ekkert verið duglegur að fylgjast með þessu. Þú sem gamall þingfréttamaður? Já, ég er svolítið háður þessu hvernig. Ég gerir þetta alltaf, sko. Fylgjast með. Og ég tók eftir á Facebook að mjög margir sem eru að horfa. Það er gaman að fá að vita hvert áhorfið á hérna, allir náið því, hérna, sjáið að hver margir sem eru að horfa á þetta á netinu. Það er gaman að vita það. Sko, það var hérna, ég hætti í gær, sko, klukkan 12 þegar þá komu bara fréttir og hlusta á fréttatímana og svo brá ég mig bara úr húsi. Þannig að ég fylgdist með mér fannst hérna, þetta er alltaf þetta sama. Gera athugasemdir við fundastjórn forseta. Hvar er ráðherrann sem málið snýst spurt? Er ekki að kalla ráðherrann í hús? Já, svo var það þannig að hún er í útlöndum, Hanna Katrín Friðriksson. Svo komst þingforseti að því að Daði Már hérna gegndi fyrir hana og þá átti að kalla í hann og hann var reyndar ekki kominn þegar ég hætti að horfa. En svo var eitthvað sem undir fá forsætisráðherra líka, vitandi að hún er í útlöndum. Það er svona, sko, fólk er mjög lægið við þetta. Sko. En er þetta tafir eða er það verið að bera fram svona eðlileg mótrök og sem er eðlilegt í svona lýðræðislegri umræðu, ekki? Það ert ekki að koma 25 sinnum upp til að segja hvað mótrök þú hefur. Er það? Bergþór Ólason í Miðflokknum, hann er duglegastur ekki? Er hann höfðu stjórnarandstöðunnar í dag? Hann tilkynnti í gærumorgunni í ræðu að Sigmundur Davíð sæti væri að skrifa ræðu. Ég veit ekki hvort hann hefði flutt hana svo. Það náði ekki að klára hana áður en að umræðin. Ekki hefur kannski aðra umræðu. Já, en hann setti svona kveðja frá formanni í Miðflokksins að hann sæti og skrifstofsinu væri að skrifa ræðu. Eins og við stöndum svona í útförum afmælisveislum eða bara með kveðjur frá fjarstöndum. Já. En Sigmundur var ekki áberandi í umræðinni? Nei, hann er náttúrulega ekki mjög mikið í þinginu held ég. Nei. Hann hefur verið svona mest í skróparinn, sko. Já. Og það er Miðflokknum, það var hann nú fyrst og fremst Bergþór og Nanna Guðnlaugsdóttir, systir Sigmundar. Já. Ég heyrði Sigríði Andersen. Já, Sigríði Andersen, já. Ég bara ruglaðist yfir í annan flokk, sko. Já, hún er bara að skipta flokk. Já, þau eru hérna svona mest áberandi. Já. Og er það bara tafir eða eru þingmenn að sýna sko helstu stuðningsaðilum flokksins að þau eru að vinna vinnuna sína? Það má vel vera. Mér fannst það var eins og silfrið það sem var stjórnarandstaðan kom hana. Já. Hvað það voru allir flokkarnir, það var bara svo áberandi umræðum þessi mál að Framsókn, Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur hvernig tóku bara upp hráan málflutning SFS. Já. Og mér fannst það að vera svona, ég held að þetta sé ekki vinsælt inn í Framsóknarflokknum. Ég veit ekki hvað eru margir sem eru kjósendur Framsóknarflokksins, kannski var ekki margir síðast. Nei, samt er það hérna Ingibjörg Ísaksen sem er þingflokksformaður og hvað heitir hún ekki? Ingibjörg Davíðsdóttir, dóttir Davíðs Aðalsteinssonar fyrir þingmanns, Borgarfirðið. Nei, hún er í Miðflokknum. Já, ég er að tala um... Já, er ég hún í Framsókn, ég er í rugla þessum flokkum saman. Já. En heyrði það bæði á Höllu Hrund hérna áðan og Lilju að þau vilja aðgreina sig frá hinum flokkunum með því að þau séu sammála því að það eigi að hækka veiðigjöldin. En það bara skiptir máli hvernig það er gert eins og sagt er. En mér finnst þau bara að leggja svona áherslu á það að reyna að aðgreina sig einhver leyti frá. Já. Og ég meina Halla Hrund skrifa nú grein fyrir svona 4 vikum einmitt þetta
það ætti að hækka veiðigjöldin og tengir það í það sem hún hefur svo sem oft gert áður að svona hugmyndur að ég leggja auðlindagjöld á fleiri atvinnugreinar eins og ferðaþjónustu, orkuvinnslu og land, hvað heitir þetta? Landnám? Nei, heitir þetta. Nei, þess að þú... Sand. Já, hún orðaði þetta reynda skemmtilega, sko. Hvort að flytja Ísland úr landi. Það er einhverjum ástæð, þess vegna var ég að spyrja til þess Árna Helgason, akkur er flokkurinn að þessu? Ef það er ljóst að þetta mun fari í gegn, á hverju þarf sjálfstæðisflokkurinn svona mikið að tilkynna það að það sem að stórútgerðin segir, það eru lög fyrir okkur. Ég bara næðist ekki lög. Því að ég hafi verið að gera kannanir á þessu og það er minnihluti kjósenda sjálfstæðisflokksins sem að styðja stórútgerðina. Það er mikill minnihluti kjósendana sem að Framsóknarflokksins styðja stórútgerðina og það er minnihluti þeirra sem að kjósa Miðflokkinn sem styðja stórútgerðina. Á hverju er forysta þessara flokka? Þau eru bara hornreka í þessu máli. Það er ekki búin að reka þau inn í hornið. Þau er bara, og það er kannski forystan í borgartúninu. Og náttúrulega með sjálfstæðisflokkinu er náttúrulega, sko, Guðrún Hafsteinsdóttir var formaður Samtaka iðnaðarins og varaformaður SA. Jens Garðar, hann var varaformaður SFS. Nei, formaður SFS og varaformaður Samtaka atvinnulífsins. Þannig að sko, þau koma bæði úr þessari byggingu. Það er alveg augljóst. Og hvaða áhrif það hefur, ég veit ekki. Þau trúa því að það sé best fyrir Ísland að fara að tillögum SA og viðskiptaráðs. Já. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi aldrei sett sig upp á móti neinu sem að þessi samtök vilja. En þau bara sjálfstæðisflokkurinn er flokkur þeirra sem að trúa því að stórfyrirtæki og auðugast að fjármagnseigendurnir eigi bara reka stefnuna. Já. Er það ekki bara? Jú, heilt það var einu sinni til svona raddir inn í flokknum sem að höfðu svona önnur sjónarmið sem að heyri stundum svona, það er náttúrulega mikið af fólkinu sem að fór yfir í Viðreisn sem hefur verið með það. Einu sinni í gamla daga þá var talað að sjálfstæðisflokkurinn hefði svona tvær svona valdablokkir. Það var annars vegar útgerðin og hins vegar stórkaupinir. Og það er svona önnur sjónarmið, að sömuleyti getum við hugsað sem svo í dag að stórútgerðin er með sjálfstæðisflokkinn, en svona þeir sem að voru þarna stórkaupmannamegin og svona með kannski svona önnur sjónarmið, að það er fólk mikið fyrirfarið bara yfir í Viðreisn. Það er líka klofningur að ég fekk Ólaf Steffensen sem er framkvæmdastjóri Samtaka atvinnurekenda, að sömuleyti er hann með sjónarmið svona þeirra sem eiga fyrirtækin er ekki í stórútgerðinni. Það er svona blæbrigðamunur á þessu, hvernig er. Þannig að kannski hefur sjálfstæðisflokkurinn bara í tíð Bjarna Benediktssonar þrengst bara svo mikið að hann er eiginlega bara Samtök atvinnulífsins. Já, hann hefur þrengst mikið því að hann hefur aldrei fengið lakari kosningar enn hjá Bjarna. Nei, og aldrei meir en síðast, fór undir 20%. Og er ekkert að vaksa, hann vældist með 22% ykkur í skoðanakönnun, sem er svona fyrir stjórnarandstöðuflokk og ég held að sé bara... Og einhverju það er talað svolítið það að Guðrúnu gangi illa að ná tökum á flokknum. Já. Áslaug Arna er að taka sér frí frá pólitík. Já, heilan vetur. Heldur það sé til þess að koma svo ferskt tilbaka eða heldur að hún telji að það sé ekki mörg dæmi það að fólk bjóði sig fram sem formann og tapi að vinni það næst. Það er ekki algengt. Halla Tómasdóttir tókst það í forsetakosningu sem er bara það er bara Richard Nixon sem er náð þessu sem ég man eftir sem að tapaði 60 en vann svo 68. Já, það er náttúrulega milli sko Guðrúnar og Áslaugar Örnu það var lítill munur á þeim. Lítill? Já. Er bara örfá atkvæði? Já, ég segi þannig að það er flokkurinn er þess vegna tvíklofinn. Já, það finnst mér ekki gefið svona fyrirfram því að það er bara, við erum að kjósa okkur formann og sá vinnur sem að vinnur. Já. Og svo sættir sig hópurinn sem ekki fekk sinn formann sættir sig við formannina því að það var lýðræðislega kjörinn. Nema náttúrulega átökið sér orðin svo mikil að það sé bara eiginlega orðin svona klofningur. Eins og hefur svolítið verið þarna og einhver leyti var þetta svona fylkingar gulla fóru til Guðrúnar. Já.
og hún er að skipta eitthvað út svona starfsfólki í Valhöll og svona sem að er verið að lesa í það sem verið að launa fylkingu Guðlaugs Þórs eitthvað. Ég veit ekki, ég þekki ekki. Nei, ég þekki það ekki, en mér finnst bara, sko, þó í sama flokknum, þá var þetta kosið milli tveggja. Já. Það var nánast nýfjant. Já. Og þau sár gróa síðar, það getur ekki að verið. Nei, eins og það var kosið á milli tveggja í Framsóknarflokknum. Hvenær var það? 2016 eða? Það var neða seinna, það var 2020 líklega. Og þá var kosið á milli Sigurðar Inga og Sigmundur Davíðs. Já. Og það klauf flokkinn. Háskólabíófundurinn. Já, það klauf flokkinn. Það klauf. Það eru dæmi það, sko. Já. Það hafi verið klofningur. Já. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega klofnað. Ég meina, Viðreisn klofningur út úr flokknum þótt að síðar hafi séu margir sem að bjóða sig fram eða kjósa Viðreisn sem ekki koma frá Sjálfstæðisflokknum. Þannig að sá klofningi getur haldið áfram. Það er talað að þingflokksformaðurinn og formaðurinn sé ekki alveg í takt. Að formaðurinn myndi vilja skipta út þingflokksformanni en hafi kannski ekki styrk til þess. Hún hefur ekki þannig að styrk í sínum flokki Guðrún sem að Kristrún hefur í sínum. Ég held að Kristrún getur bara gert hvað sem er. Nei, þetta er ólíku saman að jafna þar. Já. Og sko, mér finnst, ég man þessa tíð. Þegar Davíð Oddsson kjörið formaður og hann kemur hann nýr inn í þingflokkin og þá voru þar menn fyrir eins og Egill Jónsson og Seljavöllum, Matthías Bjarnason og nú er ég að gleyma einhverjum en þetta voru sko kallar sem að höfðu sko marga fjörun og sopið og það var ekkert auðvelt að eiga við þá og þeir voru bara í andstöðun en unga nýja formann og það tók Davíð talsverðan tíma að vinna þingflokksherbergið. Já. Það endaði náttúrulega með því að hann réð bara öllu. Já, en sko þarna voru menn sem að voru með sína meiningabussi frá hvað það stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins sko. Og ég tók viðtal við Matthías Bjarnason þegar ég var með sjómannablaði Víking og þá minnum að þetta hafi komið fram, sko. Því að ég hafði nú grunum þetta og ég held að við örugglega spurt hann þessa hluti. En ég vissi það bara, starfandi í þinghúsinu sem þingfestamaður, að þarna var svolítið hart á því og tók Davíð tíma að ná eldri mönnunum á sitt band. Ég held að Guðrún þurfi aðeins að glimma þetta líka. Þannig er nú nú er ekkert að segja sé erfið, en þannig inni er fyrrverandi varaformaður flokksins. Sem nú hefur verið rætt að sé að útlegðu pólitík. Já. Hann var Árni Helgason sem að ég sagði einhvers tímann að væri tilvonandi þingmaður. Því ég held að hann sé næstur inn, Bjarni fór og þá datt Jón Gunnarsson inn. Og ég held að Árni sé næstur, sko. Já. Þegar Þórdís hættir að þá muni hann fara inn. Já. Og hvert á hún að vera að fara? Ég hef verið talað að hún, eins og oft er talað íslenska stjórnmálamenn, það er oft látið svona samkeppni þá í erlendu stofnunum, en það er ekki. Íslendingar eiga eitthvað svona kvóta og ég held að til dæmis það er mjög eiginlega kært á milli hennar og núverandi utanríkisráðherra. Og þannig að það losnar einhverja svona stöður alþjóðlegu vettvangi. Og að þá sé ekkert ólíklegt að Þórdís Kolbrún farið þar út. Og það... Hún nú óks í áliti af þjóðinni eftir sem að reið á... Hún? Ekki meðal flokksmanna. Ég held að það hafi verið í upphafi kjörtímabilsins hafi verið svona lítið svo á að verið möguleiki að Bjarni myndi einhvern veginn koma í þannig fyrir að hún myndi taka við. En Bjarni náttúrulega misti traust á meðal þjóðarinnar og líka inn í flokknum. Og hún líka. Og ég var bara varfið það að til dæmis svona þessi einarða afstaða hennar í Úkraínumálunum og svona þetta fór ekki vel í marga sjálfstæðismenn. Ég held að það hefur bara hægt og bítandi orðið þannig að hún sá
en hún reyndi náttúrulega á okkur hætti með því að flytja sig úr norðvesturkjördæmi í suðvesturkjördæmi, hafði þar Jón Gunnarsson undir, en sá sigur held ég að við verið henni dýrkeyptur sko, og það var eftir hann að þá lýsir hún því yfir að hún ætli ekki að fara sækjast eftir að formaður, öfugt við það sem hún hafði alltaf sagt sko. Hún svaraði náttúrulega eins og varaformann kannski eiga að gera. Hefur þú hugaði að vera formaður? Já, ég væri ekki varaformaður ef ég hefði ekki hugað því, en ég styði Bjarna og allt þetta. En svo hætti hún bara við að bjóða sig fram. Það gerist eitthvað. Sumir vilja meina að það sé lokun sendiráðsins í Moskvu og þá rússar hægt að kaupa af Skaginn 3X einhverja stóra pöntun sem hafi komið því fyrirtæki í gjaldþrot og þess vegna hafi hún og heimamenn hafi kennt henni svolítið og þess vegna hafi hún flúið að vettvangi. Nú veit ég ekki hvað til í þessu. Það voru svona tal einmitt sem að maður heyrði svolítið innan úr Sjálfstæðisflokknum. Það voru svona mikil gagnrýni á það bara að hún væri utanríkisráðherra Úkraínu var sagt og eitthvað svona. Að hún væri ekki að gæta íslenskum hagsmunum og svona. En hvers vegna ástæðan að þá held ég sé alveg augljóst að hún hefur bara metið möguleika sína. Og komist að því að hún hefði fallið á móti Áslaugu Örnu, hún hefði fallið á móti Guðrúnu, hún hefði fallið á móti Guðlaugi Þór og þess vegna hafa hún bara ákveðið og þess vegna sé hún eiginlega útleið í pólitík svona. Sko, það sem ég var eiginlega að segja það, þegar Davíð Oddsson verður formaður, þá hann náttúrulega sterkur persónuleiki, mjög vinsæll maður. Kemur náttúrulega með stórkostlegan sigur sjálfstæðismanna í borgarstjórnarkosningunum 1990, þess að fá 60% fylgi. Þannig það bara ekki mörg dæmi mann sem kemur inn á þing með aðra eins pólitíska inneign. Það var ekki við Guðrúnu, hún tapaði. Já, ég ætla að segja það, að Guðrún nánast nýliði. Hún var þarna ráðherra hálft kjörtímabil, en það ekkit svona reynsla til að þetta svo stórt að vera formaður Sjálfstæðisflokksins. Hún ekki fyrsti þingmaður síns kjördæmis. Nei, svo það. Það Ásta Lóa í Flokki fólksins. Ég hef sett mér samband við hana, hún vill ekki koma til okkar. Ekki enn. Hún afneitaði ekki gildum alla eilíðs. Nei, hún hefur oft komið hingað í Rauðaborðið, kannski meira árum áður. Já, sem formaður Hagsmunasamtaka heimilanna og þingmaður Flokks fólksins. En ég held að svona staða Guðrúnar ekki í líkingu við Davíð. Nei, ég að reyna að segja það. Og það voru margir á þessum árum, ekki allir í flokknum, ekki Matti Bjarna sem litu svo á að framtíð Sjálfstæðisflokksins væri Davíð Oddsson. Ég held að það sé enginn í Sjálfstæðisflokknum sem heldur að framtíð Sjálfstæðisflokksins sé Guðrún sko. Nei. Ég held ekki. Nei, það þá bara eitthvað svona kjarni í kringum hana en almennt ekki. Nei. Þetta ekki svona viðsnúningur eða ný framtíð, nýtt uppaf. Sko það var svona, fólk láði svolítið af Katrínu Jakobsdóttur þegar maður formaði Vinstri grænna, svona sterk gáfuð og klár og svona. En núna bara Kristrún, sko, mikið herra sett heldur en Katrín á nokkuð tímann að vera ekki bara. Já, ég kannski, ég veit ekki sko því að Katrín hafði náttúrulega gríðarlega inneign og það voru eftir sátt við hana sem forsætisráðherra, ég held að það veri bara 60-70%. En málið var að sko hennar svona stuðningu við hana var svolítið skringilegs eðlis. Það var bara fólki var vel við hana, fannst gott að hafa hana. Ég held að það hefði ekki verið bundið það að Katrín muni breyta samfélaginu til eins betra. Þetta var hennar persónulega fylgi skilaði sér ekki í fylgi til VG. Ég held að sko þessi pólitíska inneign Kristrúnar miklu líkari því sem að Davíð hafði. Þegar það eru margir sem horfa til þess að hún geti orðið sko eitthvað svona leiðtogi sem að breyti í landinu sem að ég held að hafa aldrei verið hjá Katrín. Já, svo með Katrínu að þegar ég var á Bylgjunni þá talaði ég oft við hana og það var að segja að hún hefur mjög þægilega nærveru. Það er mjög gott að vera í sama herbergi hún. Viðkunnanleg manneskja. Já, mjög svo og svona vönduð.
En ég held að Kristrún sé sko meiri búur, sko. Ég held það. Hún ætla sér meira. Já, ætla sér meira, já. Hún komið með samfylkinguna sko rétt undir 30%. Var langt sem íslensku stjórnmálaflokkur hefur mælst þannig. Í ríkisstjórn. Já, tala nú ekki um það. Já. Það þarf að fletta upp. Já, ég held að sé allt verið. Já, og ég held að hún sko, Anna Smári, að þegar hún svona eins og núna, þá hún úti að hitta mann og annan og hún skrifar inn á Facebook sko hvað hún var að gera sko. Svona, veist, það þarf ekkert engin vandræði með það, þú getur bara fylgst með því sem hún, en þú getur ekki spurt hana náttúrulega. Nei. En samt sem áður, hún sendi svona með dagbók sko. Þannig að ég held að hún sé svona... Hún sé að gera allt rétt, myndur að segja. Já, en svo kemur það sem að ég og Lilja vorum eiginlega að segja og hann Ásgeir Brynjar tók undir að það eru svona voveigleg staða í efnahagsmálum. Það eins og að þessi svona hæga niðurleið verðbólgu og þar með vaxta, kannski það bara ekkert að fara að gerast. Kannski verður stýrivextir óbreytt í næst. Þannig að því að hún kemur náttúrulega inn með mikið loforðum. Hún kemur með loforðum að bara breyta þessu og já, ég held að margir horfi til þess að ég heyrði það svona svolítið ómur í því hvernig Ásgeir Brynjar var að tala um þetta, að nú væri sko sérhagsmunaöflin hefði ekki aðgengi að stjórnarráðinu eins og áður var, að nú væri teknar ákvarðanir með svona almannahag frekar, margir sem horfa til þess og margir sem hafa kannski einhver trúði þessum auglýsingum þess að hún ætlaði að berja niður vextina meðan það eiginlega svolítið yfirgengilegar auglýsingar. Ég man ekki til það. Jó, réttu með sleggjuna eitthvað hlis og þá réttir henni eitthvað svona að hún ætlaði að berja niður vextina. Og þá nei, ég vil ekki fá hamarinn hans Bjarna, heldur vil ég fá alvöru sleggju og svo barði hún í sundur eitthvað steypuklump. Það að hún gæti bara ef hún væri í forsætisráðuneyti þá myndi vextir lækka. Þetta svolítið bratt. En vonandi gengur eftir, ekki veitir okkur af. Nei, þetta svona svipuð loforð og Flokkur fólksins, 450.000 krónur skatta og skerðingarlaust sem að sá flokkur á erfiðleikum með að standa við. Já, en sko ég lagður á stað. Sko. Já, það annað að segja, það talandi um þess Katrínu Jakobsdóttur, þegar hún var niðri í þingi og var verið að rukka hana bara fátækt og eitthvað, þá byrjaði hún að þylja upp allt sem að þau höfðu gert. Og allir sem að hlustuðu á, hvort sem að var í þinginu eða heima, vissu að þetta bara dropi í hafi, sko. Vandamálið leysist ekki með því að þú segir að við erum samt búin að gera eitthvað, ég er búin að gera þetta og þetta. Fæðingarorlofið. Já, eitthvað svoleiðis. Alls konar þættir. Og þegar að en hún nefndi líka eitthvað hækkun á húsnæðisbótum og hinn og þessu en allir vissu að sko sársökin út í samfélaginu út af ónýtu húsnæðiskerfi út af fátækt meðal öryrkja, leigjenda, einstæðra foreldra er raunverulegt og þú getur ekki verið að segja, búin að vera mörg ári í ríkisstjórn að þylja upp að við gerðum nú þetta og svo gerðum við hitt og svo gerðum þetta af því að það verður að vera aðgerðir sem eru til þess að raunverulega að komast einhvers að nálagt rót vandans. Ef að það verður þannig að sko verðbólgan fer á skrið, hagvöxtur minnkar og það þýðir það að streymi ekki svona auka peningar inn í ríkissjóð eins og Lilja var að benda á að hefði orðið að bæði út af þegar hagvöxtur og aukin verðbólga að koma inn sko skattekjur umfram samþykkt útgjöld. Þannig að ríkissjóður er með svona betri stöðu og sömuleyti held ég að Bjarni Ben og félagar hafi spilað ákaflega illa út úr þessari stöðu. En líkurnar á því að þetta gerist í ríkisstjórn Kristrúnar eru bara sáralitlar. Þannig að þetta mun verða erfitt og þetta mun verða töff ef þau ætla að fara út í sem sagt aukin útgjöld eða styrkja innviði eða eitthvað slíkt, þá verða að afla tekna. Það kom ekki bara svona eitthvað neginn. Þau eru ekki áskrifundur af svona verðbólgu fróðu eins og Bjarni gat baðað sig í. Þannig að mér finnst sko, og við vitum alveg í pólitík sko, þá svífir með sko 60% eða ríkisstjórnina og 30% til í að kjósa samfélkinguna og það verður í miðjum maí, að þá getur bara verið komið eitthvað allt annað upp í. Ég veit það. En ef það eru svona einhver vandræði framundan í efnahagsmálum, þá verður að segja sko,
þá erum við með 2 ágæta hagfræðinga hérna innanborð sem náttúrulega Kristrún og Davíð Már. Geir Haarde var hagfræðingur. Já. Hrunið var á hans vakt. Já. Nei, ég veit það. Nei, ég er að segja, sko, okkur finnst það ekki verra, sko, sé ykkur með réttindi til að stýra skipinu í gegnum. Okkur finnst það ekki verra. Já. En ég kann ekki bara svona, ég sé fyrir mína parta, ásýnd núverandi ríkisstjórnar finnst mér mikið bjartari og falleri heldur en ásýnd fráfarandi ríkisstjórnar. Já, það held ég sé hluti af þessum stuðningi sem ríkisstjórnin ábíla finnur og sést í skoðanakönnunum er að fólk er alveg guðslifandi fegið að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki hérna inni. Þannig að og Framsókn líka. Já, mér finnst ekki verið að vara. Ég sé eitthvað svona andstæðingu Framsókn, ég er í flokknum maður, ég er í Framsóknum. Nei, kannski hefur hann fengið svona harðari refsing og svona, ég veit ekki. Ég allavega verið meira varfið að fólk er að tala Sjálfstæðisflokkin sem bara eitthvað svona, bara krabbamein í samfélaginu, sko. Já. Og það er ástæða fyrir að flokkurinn er komin undir 20% sem var stæðsta pólitíska grasrótarhreyfing sem hefur verið til á Íslandi. Hún er það ekki lengur. Nei. Þó svo þeir geti smalað þessum 2000 manns til þess að vera á landsþingi, þá er ekki þannig að þessi fólk í öllum hverfa fyrir svona hálfri öld þá var hverfa samtök í Langholt hverfi sem bara hittist einu sinni í viku eða eitthvað svoleiðis og það var fólk í alvörinu að njósna nágranna sína. Það voru haldar skrár yfir hverju væri kommunistar svo að það fengi nú ekki lóðir og það fengi ekki lán og fengi ekki framgang í starfi og ekki ráðnir sem yfirkennarar og þannig göttunum. Þannig að þetta var þeir sem voru formenn í alls konar íþróttafélögum og kífanisklúbbum og hinn og þessu voru inni í flokknum. Þetta var ótrúlegt net sem að náðu út allt samfélag. Sjálfstæðisflokkurinn í dag er ekki til líkingu við þetta, sko. Nei. Og maður heyrir það hjá þeim þeir eru svona átt að segja á því, kannski fyrir bara 20 árum, 30 árum, 40 árum, að það varst í fermingaveislu og kannski verið bara með merki í Sjálfstæðisflokksins. Varst bara höfðar eins og svona kóngur og svo voru allir að skamma allaballan út í horni fyrir eitthvað, bara fyrir eitthvað, sko. Það er út í stórið. Já, eða bara hvað Sovjetmenn voru að gera eitthvað. En núna ef þú mætir, sko, með fálkan í kraganum, þá eru bara allir að pota í brjóstið á þér og skamma þig fyrir hvað Bjarni Benediktsson sem spiltur og ég held að, sko, umbreytingin sem hefur líka sést í því að þú ferð bara 20-30 ár aftur á baki tíman og skoðanakannanir. Þá var Sjálfstæðisflokkurinn með yfir 50% í skoðanakönnum. Og ástæðan var svo, hann var alltaf ofmetinn í skoðanakönnum, var það að það var safe að segja kjósa Sjálfstæðisflokkurinn. Já, og líka, sko, það var eitthvað staðar, sko, að þú nefndir ekkert, engan flokk. Hvort viltu kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða hina, það var til þess að vinna á móti þessu. Af því að það var svo mikið ofmat á Sjálfstæðisflokknum, þannig að það var teknir í óákveðnu og það var miklu minna hlutvald sem sagði já við Sjálfstæðisflokknum þar heldur en hafði gert það áður. Núna erum við í annari stöðu sem hefur komið fram í kosningum að það virðist vera svona að Sjálfstæðisflokkur sé vanmetinn í kosningum, í skoðanakönnunum frekar. Og það merkir þess að það er bara orðið óþægilegra að gangast við því að vera Sjálfstæðismaður og fara út úr því að vera eiginlega bara það kemst næst í að vera bara ekki pólitískur, að vera Sjálfstæðismaður, yfir í það að það er eiginlega bara mest í háskin af þér á pólitíska sviðinu. Mest í lúðin. Já, það er bara, og ég heyri þetta svolítið, kannski ekki elstu Sjálfstæðismannunum, kannski svona fólki sem er kannski svona mínum aldri, svona, þú veist, þá heyri ég að... Já, svo náttúrulega, sko, stór hluti yngri kjósenda veit til þess ekki hver Davíð Oddsson er og hvað hann var að gera og hvað hann var lengi í forsætisráði. Þessi fortíð er bara úti hjá svo mörgum. Og þau þurfum líka að svara fyrir ákveðna hluti sem þau segja núna. Þessu sjálfstæðisstefnan og þá spyr fólk bara hvað er í fjandanum með það. Og þeir segja við erum náttúrulega staðið fyrir einhverju frelsismálum. Hvað er frelsismálum að þið staðið fyrir? Og þá fara þau að tala um eitthvað, sko, vín í búðir eða rúfa auglýsingamarkaði. Já, eða lögðu niður félagsbústaðakerfi. Eitthvað slúðið sem kemur, þú veist, bæði er bara skaðlegt, sko. Frelsið í þeirra huga var það bara að gefa þeir sem áttu peninga og áttu auðinn bara frelsi, máttu bara eiga auðlindina og máttu hegða sér svo vildu, ekki hafa neitt skattaeftirlit, ekki samgilseftirlit og fleira. Það er frelsi sem þau eru að tala um. En gagnvart venjulegu fólki í svona almenningi þá kannast ekki við það að Sjálfstæðisflokkur staðið fyrir einhverjum frelsismálum. Nei. Ég meina tilkynningu. Nú fyrir síðustu mánaðamót þá sagði upp rafaáskrift
inn á Morgunblaðinu. Nú slökka. Og hvenær gerist áskrifandi á morgunum? Svona rafrænt. Nei, bara þegar varst ungur maður. Þú veist, sko, hérna áður fyrir þegar maður svona fréttastjóri eða ritstjóri, þá fékk maður blöðin alltaf heim. Já. En þannig ég var síðast áskrifandi fyrir langa löngu, sko. En svo fór ég sjálfur, sko, yfir í þessa rafrænu og kunni ég svo sem ágætla, en svo bara var ég já ekki að vera í bakhjarl einhverja svona. Ég var eitthvað, veit ekki hvernig þetta hjá þig núna, sko, ég var eitthvað að skoða þetta daginn og var eitthvað að fjalla þetta, sko. Af því að þar eru, sko, 2 fréttir á forsíðunni, einhvern veginn, það reyndir ekki núna. Það helgi, það svona meiri svona íþróttafréttir og lera. 2 fréttir það að, sko, sjávarútvegurinn sé að hrynja út af ráðagerðum. Eitthvað að, þú veist, ráðherrarnir séu að fara gegn lögum eða séu, vanhugsað. Þetta náttúrulega rosalegt áróðurs. Já, það það. Já. Heyrðu, ég heyri að Pétur Fjellstedt fann að rugga stónu sinum. Við erum að vera á lengi. Já, við þökkum Pétri Fjellstedt kærlega fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og gestunum sem hafa komið. Við vorum með 2 hol hérna af fólki sem að við þurftum til málanleggja. Og fannst þetta að vera skammutími. Við hefðum viljað hafa meiri tíma til að ræða. Já. Takk kærlega fyrir komuna. Svo kom ljós að ég þekkti foreldra hennar Mjallar í Ölmu Ír. Úr Ólafsvík. Já, gaman að því. Já, herðu, en áhorfendum og áheyrendum þakku við kærlega fyrir að breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Við höfum orðið var við það á samstöðunni að það eru margir sem eru að hlusta og horfa. Eða hvað sem við komum að þá er fólk hérna að þakka okkur fyrir og hefur skoðanir á því hvað hérna fer fram. Þetta er orðin virkur og öflugur svona umræðu vettvangur í samfélaginu og ekki veitir af, sérstaklega kannski á tímum þar sem að er svona ákveðin klofningur í samfélaginu og kannski aðri fjölmiðlar eru fyrst og fremst að bjóða fólki að taka afstöðu með þessu liðinu eða hinu liðinu og kannski er umræðan málin kannski ekkert sérstaklega djúp, en það teljum við allavega að vera verkefni okkar hérna við í þættinu sinni Egils og í Rauðaborðu og öðru þáttum samstöðunnar. Ég ætla að minna á að dreifikerfi hefur byggst upp af góðri afspurn. Það gerist einfaldlega þannig að fólk segir vinum á vandamönnum frá efni sem það hefur séð hér og kannski bendir á að það mér finna það á Facebook og YouTube og öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðunnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þar útvarpsendingar í spilarann þar fyrir utan. Það er spilari.is á netinu, svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er á landinu. Við erum komin í sjónvarpið hjá þeim sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar eru núna 5 á fjarstýringunni. Kannski ef til með önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða hérna í þessu þætti og í Rauðaborðinu og víðar. Við sjáum til hvort það verða því. Það sem að drífur samstöðuna kannski fyrst og fremst áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa svona þá samfélagslega ábyrgð að leggja eitthvað til. Það kostar 2.750 krónur grunnafskriftin á mánuði. Það eru 1600 manns sem að hafa skráð sig fyrir slíku. Þú getur slegist í þann hóp og haldið upp í samstöðinni og til þess vera þess virði með því að fara inn á samstöð.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir þessari grunnáskrift og mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þátturinn er búinn í dag. Ég verð hérna annað kvöld, þá verður Rauðaborðið hefst klukkan 8 en njótið þess sem eftir er af helginni.